bóndanum, en ég meina eldvarnaeftirlitið sér byggingarnar og þessum því fyrir og flóttaleiðir sem kemur inn í byggingunum. Þannig að ykkar eftirlits skylda hún skapast svona mikið. Hún gerir það á líka heilbrigðiseftirlitið á allt öðru sviðum. Þannig að þetta alltaf spurningin á að sameina þetta, á að gera þetta eða þarf að gera eitthvað þannig að við getum unnið betur saman. Það er vel að finna út af því. Það er líka orðlegt eins og þú varst að spyrja út í áðan þessi venjulegi bóndi, þessi stóru flottu fjós sem er verið að byggja fyrir nær 200 milljónir. Fólk fjárfest í brunavörnum í það. En það sem aðalega við erum að eiga við, það eru þessi fjárbændur til dæmis, minni fjárbændur kannski, með 300-400 fjár, það er ekki talið nóg til að lifa af í dag, ef við erum 2 í húsi. Þetta fólk er með gömulhús, alltaf nánast með flóðplast sem einangrun. Og þegar ég myndi segja það sama, ef ég tek einangrunna þá er ég bara komin með blökt af og það gengur ekki. Og ég get ekki skipt út einangrunna þegar ekki til peningar. Mín trúa svo að bændur eru náttúrulega ekki allir trassar á þessu svið. Til skamms tíma þá hefur bara einfallega ekki verið neitt til í útihúsunum. Þið sjáum fjárhús og fjós sem voru byggð hérna fyrir 30-40 árum. Bóndinn er náttúrulega ekkert að hugsa að setja upp neitt brunavarnarkerfi vegna sem hún stóða ekki eins og til bóða. Alveg saman því. Og það er enginn að auglýsa brunavarnarkerfi í dag. Getum við skoðað vettvang fyrir auglýsing og svona lagan eins og þetta norska kerfi væri bændablaði, það fyrir á öllu auglýsingum. Ég hef aldrei séð þetta auglýst. Aldrei. Ég er alveg sammálaður það. Ég myndi segja líka að flestir bændur vilja gera þetta. Þeir vita hvað þetta hlutast er unnulegt. Og það tala þetta er alveg ógeðslegt efni. Þeir sem hafa skipt út að setja þessa ávinningum í staðinn. Þeir vilja gera það, en auðvitað er bara þörf. Það er klart. Það þarf, það er ekki endurist að segja hvað hér, það er hjálp. Þú meinar að hrunið sé ennþá til staðar og það verður að segjast eins og að hrunið er ennþá til staðar af slökkviliðum. Slökkviliðin eru ennþá illamönnuð og eftirlitsmennir hjá slökkviliðunum, þeir ná ekki ennþá að fara yfir það sem þeir eiga að fara í bæjunum í kringum. Þeir eru í hálfu, 1/4 starfi og það er ekki peningur til að fjölga þeim. Þannig að eina leiðin til að reyna að ná þessu það er að auka þetta samstarf á milli. Þannig að þið gætu þá að einhverju liti fyllt út einhverja skýrslu sem eftirlitið fær og til að vinna út. Algjörlega sammála því. Slökkvilið á landsbyggðinni eru stórlega vand. Ekki bara á landsbyggðinni. Það er öll slökkvilið landsins er bara hrunið komin. Þú eru sumir að reisa sér við nú. Er það ekki allavega einn svona morgun eins og núna, þó að 50 manns kannski velta ekki mörgu, en þau geta kannski reynda að velta mörgum litlum steinum sem að geta komið að stað smá skriðu. Við erum búin að vera rúmlega milli 50-60 í dag og við getum kannski, þetta er allavega smá byrjun að hefja umræðina og svo verður bara að leiða ljós. Það er einn og einn með ástríðu sem að vil leiða þetta lengra. Við höfum hérna sem gott dæmi það. Hvað maður kemst langt með á biðröðum. Að finna út hvernig við fáum þau, svo við getum þannig að stóða okkur á svona skemmtilegum áhugaðum. Það er ekki að segja að það benda á mig. En ég er alveg svo drasið öðru núna því að ég er alltaf að koma með einhver vond mál og ég er búin að útbúa svona það sem ég kalla innra eftirlit sem bændur sig með sjálfum. Og mömmu er boðið upp á það að ég kem í heimsókn og fer yfir allt hjá þeim, vélar, rafmagn, aðstöðu innanhús í greipahúsi og ásýnd bílisins sem er langt skemmtilegast. Þá snæði verulega bringur oft, ekki við mig, ekki þess að mér kemur þetta ekki við, ég er bara með ábendingar, en á milli hjónanna sko. Og það er bara gaman að því, en ég held að það er ekki valdinn einum sundurslitun. En það er þess eitt sem ég er með hitamyndavél og fer yfir, það er allt sett í gang í útihús sem hægt er, kveikt og ljós og sett rættir mótor og ég fer með hitamyndavél á töflunum og treykingunum og svona. Og það er eitt sem að mér finnst, eða tvennt, sem að mér finnst þurfa ekki að vera athugasemdir og því er ekki að tala um rafvirkja. Mér er ekki til að vera rafvirkja, þeir eru þrjóskar en anskotin og töflur í útihúsum eiga ekki að vera teiknar ofanfrá. Ég er bara alveg harður á því. Og ég er bara að koma í fleiri hús þar sem ég kviknar í töflinu vegna þess að kemur raki en ofanfrá. Af hverju má ekki tengja það neðanfrá? Og annað, af hverju setur hitakútar með klór? Ég fór að taka það saman að ég er búinn að koma á 5 staði þar sem ég kviknar í tengingunum á hitakútum. Af því hún er tengd í klór. Það kemur aldrei fyrir þeir fasthengir.
í norðurlegu landi, allir fasteigni, þetta er sennilega til aðeins. Það fylgir kólflóð hitavatnum, og mér var svona Júlíus var að segja með tengilinn, en síðan menn að nota heita vatnið og kúltunum fyrir í gang og hann náttúrulega hitar og svo hættar áfram að nota vatnið þó að sé kannski verið kall. Og klófið bara þolir. Og ef það er gat í svona innstungu inn í eldhús einhvers staðar sem er byggsvört, þá er oftast tengilinn sem hraðsuðukettlinn setur saman. Vegna hann bara ekki gerði fyrir svona lengi mikinn strömm. Og það er svona atvik að þeir eru búið að kvikna í á 5 stöðum í klónni og hann er ekki fasttengdur með þess að það bara skipt innstungu. En það er svona alls konar smá atriði sem að aðeins að eltast við. Og ég kannski þakka ykkur fyrir ég heiti Guðmundur, ég sé að Eldvarnareftirliti að þetta var okkur sveitafélögum. Mér langar bara til að þakka ykkur fyrir sérlega fróðlega fyrirlestra og það veit ekkert á að gera pínlítið meira að þessu. Og það er okkar svæði, við erum með Snæfellsnesi, Austur-Húnavatnssýslu, Dalina og fleiri staði. Það er svona í 80% af útihúsum þetta fröðkassa. Þetta er mikið mál að það fjarlæga þetta. Það er bara að finna út sammenningu og það er laust til að gera gangskur á því að hjálpa. Fólk hefur bara ekki pening í þetta. Ég veit það. Það þarf að finna út. Það er nú víðaskala Við hjálpa fólki í að skipta þessu út. Þetta er bara stórt verkefni sem við þurfum að ráðast í þetta. En það erum við sátt við að byggja hús eftir þágildandi reglugerð og svo eftir einhver 10, 15, 20 ár þá kemur einhver takk og segir þú verður að henda þessu, þetta er ólöglegt í dag. Þetta er bara ekki hægt að... Við vorum að byggja þetta eftir bestu Já. Það var einhver sem mittist á það hér fráðan að þetta væri búið að draga í sig raka, sem er vissulega rétt. Stundum sé rakinum að þyngja blöndum það að byggja þetta fer bara sjálft. Maður er alveg sér það. Já, þú veist að það er þetta. Það er ekki bara besta mál, að sjá það sjálft að koma sér út. Svona eitt og einn, en ég er samt samanlega það sem að bændur eru ekki þeir sem eru ungu kallarnir í þessu, þeir vilja bæta, þeir vilja gera það besta fyrir dýrin sín. Þetta er fólk sem elskar dýrin sín. Það er að koma bara staði. Ég bara þakka kærlega, takk svo mikið. Takk kærlega að þeir sem hafa komið og ekki gefa þeim eitt auðvitað klapp á lokum. Við svona félagsmenn í Brunn- og Tæknifélaginu á aðalfundin sem er að hefjast núna.